bæði þeir sem hafa lagt leið sína hér á Suðurlandsbraut og þeir sem eru á streyminu. Það afkomufundur vegna þriðja fjórðungs. Það svolítið skrítin tilfinning að kynna 21% hækkun frá síðasta ári en vera samt í afkomuviðvörun en auðvitað vildum við sjá þennan fjórðung sterkari en hann var og einnig fjórðung. Við höfum hins vegar fulla trú á samrunanum og að hann muni skila sér til hluthafa. En við sögðum auðvitað líka að þetta tæki 12 til 18 mánuði að ná fram fullri samlegð og við erum bara út í miðri á í því máli og förum aðeins betur yfir það hér á eftir. Þetta verður þannig að Hrönn byrjar á í rauninni fjármálahlutanum. Við komum ég kem aðeins síðan og tala horfurnar og tökum auðvitað spurningar fjármál og horfur. Síðan kemur Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri fyrirtækja þróunar og kynnir hvað að gerast í Færeyjum. Og svo endum við á smá umfjöllun miðlana og meðan sportrétti og fleira. Þannig að ég býð Hrönn að byrja, gjörðu svo vel. Já, takk Stefán og góðan daginn. Ég ætla að renna í gegnum niðurstöðu þriðja fjórðungs og þið sjáu helstu lykiltölur og förum bara beint inn á reksturinn. Það voru seldar vörur og þjónusta 5.449 milljónir og jukust 59% á milli tímabila með sama tímabil í fyrra. Kostnaður seldra vara voru 3.311 milljónir og jókst 1.424 milljónir eða 75%. Og ég held ég hafi útskýrt það í síðasta uppgjöri að helmingur frá sem tengist efnisbyrðum og restin af frávikinu skiptist nokkurn veginn jafnt á milli launakostnaðar og á milli fjarskiptakerfa nets. Og allt þetta að tengjast nýju starfseminni sem var keypt í desember. Framlegin var 2.138 milljónir og framlega hlutfallið 39,2%. En var á sama tímabili fyrra 45,1%. Rekstrarkostnaður var 1.641 milljón og jókst 549 milljónir eða 50%. Og á sama hátt þarna breytingin að mestu leyti litu af þessu nýja félagi sem við keyptum inn og 50% eru sirka launakostnaður en síðan þetta dreifast nokkuð jafnt á milli annarra liða eins og húsnæðikostnaður, skrifstofukostnaður, markaðskostnaður og fleira. EBITDA var 1.032 milljónir og EBITDA hlutfalli 18,9% á móti á síðasta ári var EBITDA hlutfalli 24,8% og EBITDA jókst 21% á milli ára. EBIT 497 milljónir og hækkaði 9% á milli tímabila. Og hrein fjármagnsgjöldin voru 213 milljónir og stærstum hluta breytingin sem á milli 117 milljónir vegna vaxtagjalda sem tengjast á fjármögnun á starfseminni sem var keypt í desember. Hagnaður tímabils 226 milljónir og á móti 290 milljónum fyrir tímabili fyrra og dróst saman 22%. Tekjustraumarnir, þið sjáu þarna að fjölmiðlinn langstærsti tekjupósturinn okkar í dag og hann samanstendur bæði af áskriftum og af auglýsingum. Internetið 1.288 milljónir og þar aukning á milli ára 25% og þetta liggur aðallega í heimatengingum. Farsíminn 1.228 milljónir og líka aukast á milli ára 12% og þetta að mestu leyti í áskriftum. Fastlínan 270 milljónir og dregst aðeins saman á milli tímabila. Vörusalan 310 milljónir og stendur nokkurn veginn í stað og síðan erum við með aðra tekjur 262 milljónir og eykst 89 milljónir eða 51% og þetta að stærstu hluta vegna sölu endurbúnaði. Tekjur samstæður 5.449 milljónir eins og ég sagði áðan og eykst 59% með sama tímabili fyrra. Sjóðstreymið líka mjög litað af nýrri starfsemi, handbært fé frá rekstri 519 milljónir og að draga saman 339 milljónir frá því samtímabili fyrra og þetta liggur í rekstrartengdum eignum og skuldum og sést vel í árshlutareikningnum hvernig niðurbroti hvar þetta liggur. Fjárfestingarhreyfingarnar eru 516 milljónir að aukast 40% frá því sama tímabili fyrra
og við vorum búin að láta vita því að við yrðum mjög fjárfestingaþung á þessu ári í tengslum við bæði kaupin á nýju starfseminni. Við erum að fjárfesta í húsnæði til að flytja starfsmenn í og svo pluss fórum við í endurfjárfestingar í fjarskiptakerfinu okkar og líka sem tengist myndlykla útskiptingum. Þannig að þetta kemur svona þessi 3 stærstu pósta sem að hafa áhrif á fjárfestingarnar fyrir allt árið hjá okkur. Nú fjármögnunarhreyfingar mínus 50 milljónir og breyting á handbæru fé þá mínus 47 og handbært fé í upphafi tímabils voru 317 milljónir og endar í 271 milljón og frí cashflow eða frjálst fjárflæði fyrir þetta tímabil 157 milljónir. Nú síðan helstu tölur úr 9 mánuðunum og hér sjáum við lykiltölurnar og ef ég fer bara beint yfir í reksturinn sjálfan þá seldavirði og þjónusta 16 milljarðar 197 milljónir og að aukast 63% miðað við 9 mánuði í fyrra, sama tímabil í fyrra og kostnaður seldra vara 9 milljarðar 872 milljónir og eykst 81% og þetta sama skýring og í þriðja fjórðungnum að helmingurinn af þessari fjárhæð tengist á efnisbyrðum og skiptist restin nokkurn veginn á fjarskiptakerfi og net og svo launakostnað. Framleiðin 6 milljarðar 325 milljónir að aukast 40% og framleiðin það 39,1% og var 45,2% í fyrra. Rekstrarkostnað 5 milljarðar 423 milljónir að aukast 2 milljarðar 94 milljónir eða 63% og þar á sama skýringin og í þriðja fjórðungi helmingur vegna launakostnaðar og þetta eins og ég segði áðan allt sem tengist nýrri starfsemi. EBITDA 2 milljarðar 468 milljónir og að aukast það 6%, EBITDA hlutfallið 15,2% og var í fyrra 25,4%. EBITDA 902 milljónir og hrein fjármagnsgjöld 550 milljónir og að aukast 285 milljónir og það sama skýringu fyrir þriðja fjórðung, þetta tengist nýrri fjármögnun vegna keyptrar starfsemi og hagnaður þá 278 milljónir á móti 730 milljónir fyrir sama tímabil í fyrra og við höfum sagt frá, við höfum verið með einskiptiskostnað sem var mest á fyrsta og öðrum fjórðungi, það voru 145 milljónir á fyrsta og öðrum fjórðungi og einungis 6 milljónir núna á þriðja fjórðungi enda vorum við búin að nefna það að við reiknum ekki með að þessi fjárhæð yrði neitt á svona þegar líða tækja árið. Og þá leiðrétt EBITDA fyrir einskiptiskostnað 2 milljarðar 690 milljónir og EBITDA hlutfallið þá 16,1% í staðinn fyrir 15,2%. Og hagnaður tímabils þá 399 milljónir og í stað 278. Nú sjáum við tekjustraumana og það sambærilega skýringar og við fórum yfir fyrir þriðja fjórðung, fjölmiðlun langstæðist með 6 milljarðar 518 milljónir og síðan kemur internetið með 3 milljarðar 678 milljónir og farsíminn með 3 milljarðar 416 og síðan fastlínan 871 milljón, vörusalan 937 og aðrar tekjur 777 milljónir, samtals 16 milljarðar 197 milljónir. Og þarna sjáum við EBITDA eftir ársfjórðungum áður en leiðréttið fyrir einskiptisliðum og það voru 718 milljónir á fyrsta og öðrum fjórðungi og síðan 1 milljarðar 32 á þriðja fjórðungi og þegar aðlagðir fyrir einskiptiskostnaði þá sjáum við að fyrsti fjórðungur 833 milljónir, annar fjórðungur 748 og þriðji milljarður 38. Nú efnahagsreikningurinn það á sama máta með rekstur og sjóðstyrm í efnahagsreikningnum sjást líka breytingar vegna nýrra starfsemi og kannski ef ég nefni helst aðri veltufjármunir þar eru 5 milljarðar 463 milljónir og aukast 807 milljónir. Þið sjáu í skýringu 10 breytingu á byrðum sem skiptist í efnisbyrðir og byrði til vörusölu og svo sendabúnaðar á lagar og getið þá leitt ykkur í gegnum breytingu núna sirka helmingurinn af þessari fjárhæð. Aðri liðir eru helst í fyrirframgreiddum kostnaði sem býr til þetta frávik á milli ára. Nú í skuldamegin kannski helst að nefna að við gengum frá í vikunni við samning við Landsbankann þar sem við færðum milljarð úr ekstralánalínu í langtímaferli, langtímaafborgunarferli. Næstas afborgun lækkar, við lengdum í og næstas afborgun verður 680 milljónir og með þessu losum við líka lausafjárstöðu þannig að við getum dregið á línur hjá þeim, hjá Landsbankanum. Þannig að þetta gekk bara gegn núna í vikunni.
Og síðan í öðrum skammtímaskuldum þar eru 3.941.000.000 hækkun upp á 239 milljónir og þetta liggur helst í skammtímaskuldum og fyrirframgreiddum kostnaði. Svo sjáum við hérna helstu lykilmælikvarða fyrir efnahagsreikninginn og þar er eiginfjárhlutfall í 39,5% í lok tímabilsins. Síðan er hreinar vaxtabrenndu skuldir 11,6 milljarðar, veltufjárhlutfall er 1,2 og net debt to EBITDA er 3,5. Og svo í sjóðstreyminu þá er handbært fé frá rekstri 1.303.000.000, lækkar 241 milljón með samtímabili fyrra og þetta liggur eins og þriðja fjórðungi í rekstrartengdum eignum og skuldum og er hægt að lesa út úr sjóðstreyminu hjá okkur. Nú fjárfestingarhreyfingar 1.892.000.000 og þetta er 663 milljón króna aukning frá árinu á undan og sömu skýringar og ég nefndi áðan. Þetta tengist náttúrulega mjög mikið nýrri starfsemi. En aftur á móti við vorum búin að gefa út ákveðna horfur varðandi fjárfestingarhlutfall en erum að hækka það í 11% og tilkynntu það í síðustu viku. 11% af veltu. Fjármögnunarhreyfingar 541 milljón og þá erum við að fá breytingu á handbæru fé upp á -48 milljónir og endum handbært fé lok tímabilsins í 271 milljón og frjálsa fjárflæði var -61 milljón. Þá er svona minni yfirferð lokið, Stefán, gjörðu svo vel. Og þetta eru horfurnar sem er bara búið að setja upp á mynd sem að koma fram í tilkynningunni kannski og þarf að fara mikið yfir þær. Við í rauninu færðum niður horfurnar og þetta eru helstu þættirnir. Í rauninu var þetta ekki ljóst fyrir í september að við þyrftum að gera þetta og það er auðvitað líka mikið ábyrgðar hluti að færa niður horfur þannig að og við höfum verið að berjast í bara rekstrinum að ná horfunum en september kom veikur inn og það voru leiðréttingar í september og svona ýmsir kostnaðarþættir sem komu. En ef maður tekur seinni helminginn þá er þetta hærri kostnaður og seinkun hagræðingarverkefna sem hefur mest áhrif. Síðan eru gengisáhrif á fjórðungsfjórðungi og ég vildi að ég vissi hvernig gengið þróaðist bara núna næstu 12 mánuði en það við fer yfir það á næstu glæru. Það hefur talsverð áhrif á okkur. Og svo var í rauninni vorum við ekki að sjá vegna þess að við lækkuðum þarna verð í rauninu mitt ár á áskriftar þjónustum okkar. Þetta var eitt af því sem við þurftum að gera. Þetta var partur af því að skila til neytenda ávinningi samrunans. Þetta var eitt af skilyrðum samkeppniseftirlitsins fyrir kaupunum og við höfum verið að sjá fjölgun í áskriftum í samræmi við þetta en það er ekki búið að vinna í rauninni þessa lækkunu. Þannig að það hafði áhrif, þó minni. Og síðan höfum við verið að bæði út af HM, þetta hefur komið áður fram hjá okkur, en við urðum líka fyrir truflun einmitt í september á sviði auglýsinga að við vorum með ákveðnar truflanir bara við í rauninni spilun og auglýsingum og svo framvegis sem að hafði áhrif á tekjur okkar á auglýsingum sem var óvænt. Þannig að þessir þættir voru þeir helstu þættir sem höfðu áhrif, en þó má kannski segja það almennt að þetta er auðvitað svona það sem er oft kallað merger of equals eða kannski sameining jafningja. Báðir starfa á neytendamarkaði og með mikið af vörum og kerfi sem þarf að samræma. Og bara samrunin hann hefur bara verið svona, það hefur verið þyngra álag innan fyrirtækisins í tengslu við samrunan og lengur en við bjuggumst við og þetta er stöðugt minnkandi en það er hins vegar þannig og ég myndi segja svona það er bara að hafa áhrif hér og þar og meðal annars á marga af þessum punktum og svona megni af þessum punktum. Gengisáhætta í rekstri, þetta, hér er hún, þetta eru 2,8 milljarðar og þetta er nú ekki allt nýja starfsemin en hún kemur sterk inn þarna og við erum nú þegar búin að fara í breytingar á vörum og verðum varðandi næsta ár, varðandi þetta, en eins og ég segi þetta kemur inn á fjórðungsfjórðung, þannig að við teljum að við séum búin að
verjast þessu fyrir 2019 en hefur áhrif á fjórðafjórðung eins og þetta ár og afkomuhorfur fyrir þetta ár. Varðandi samleiðina þá eins og ég hef áður sagt þá hef ég haft kannski minnstar áhyggjur af þessi samlegð skili sér. Það svona meira eins og má eiginlega segja að vegna þess að við erum að sjá 400 milljón króna samlegð á árinu 2018 en hún kannski svolítið að hverfa líka í öðrum kostnaði en við erum að sjá sko þessa samlegð 400 milljónir kemur aðallega inn á 3. og 4. fjórðungi og þá þetta ekkert rosalega mikið flóknara en 2019 þá getur við bara allavega sagt sinnum 2 út af þetta bara samlegðin kemur í rauninni inn á 4. fjórðungi 2019. Þetta í rauninni bara run rate starfseminnar, þið sáu að þetta mikið tæknisamlegð þannig að það má alveg segja að það búið að framkvæma öll verkefni sem tengjast á tvöföldun þarna og síðan erum við áfram að vinna og sjáum fyrir okkur að ná 200 milljónum meira árið 2019 þá og svo 200 milljónum í viðbót árið 2020. Sú samlegð sem við höfum gefið upp, þetta heldur meiri samlegð og sérstaklega kostnaðarsamlegð en við lögðum upp með í áætlunum. Þessi 1000 til 1100 milljón króna samlegð sem við höfum talað var kostnaðar- og tekjusamlegð. Ég man ekki hvort við fórum nákvæmlega í það. Ég held að hafi staðið í einhverjum glærum að tekjusamlegðin var 100 milljónir. Þannig að þá getum við sagt kostnaðarsamlegð 900 til 1000. Hér erum við að sýna að við förum upp í 1200. Þannig að þetta 200 til 300 milljón króna betri kostnaðarsamlegðurinni en við bjuggumst við. Og eins og ég segi, þessi hluti verkefnisins eitthvað sem að ég hef alltaf talið vera mjög mikla líkur á við náum og erum auðvitað nánast búin að ná stórum hluta. Þetta á bara eftir að koma fram í rekstrinum. En síðan auðvitað þá verður sko fyrirtækið bara að fara í sókn aftur og það partur af því sem að svona deyfist aðeins við svona samruna. Fyrirtækið fer aðeins inn á við og við höfum bara núna eftir haustið, bara með hverjum deginum að komast meira í bátana með það og í rauninni má segja við töldum ekki ástæðu til að breyta 2019 og 2020 horfum og það einmitt út af því að kostnaðarsamlegð skilar heilmiklu og við erum auðvitað stöðugt að vinna í aðgerðum og svo framvegis og undirbúa árið 2019 en við í rauninni teljum ekki okkur hafa forsendur til að breyta þeim áætlunum þar sem að við erum í rauninni að horfa á niðurstöður og sviðsmyndir sem að geta stutt þær áætlunir en að sjálfsögðu ef okkur finnst þær áætlanir ekki ganga eftir þá munum við láta markaðinn vita en markmið stjórnenda skýrt, það bara við ætlum að ná þarna markmið með þessa samruna og það bara verkefni sem í gangi og ég full að trúa að við náum því. Einhverjar spurningar til okkar Hrannar horfur eða fjármálahluta? Mér langar svo sem bara aðeins til þess að halda áfram með áætlun næsta árs. Já. Þess sem talið þessi verkefni og ytra umhverfi og þess að hvað varðar áætlunina og það ástæða þið telja ekki ástæða til þess að breyta áætlunina sinni. Myndið þið segja að núverandi útistandandi áætlun fyrir 2019 sé brött miðað við það umhverfi sem að inn á við og utan við núna? Ég myndi bara segja ég myndi kannski ekki segja hún sé brött, þú sérð, ég meina við erum búin að taka mjög erfitt ár og við erum að tala 3600 reglulegum rekstri. Við erum að tala að við náum kostnaðarsamlegð upp á 600 í viðbót. Maður svolítið að gera bara ráð fyrir að fyrirtækið svolítið leysist úr læðingi. Við þurfum klárlega að ná því sem upp á vantar til þess að ná þessum áætlunum
út úr tekjusamlegð, við þurfum að ná því út úr verðbreytingum og öðrum kostnaði og svo framvegis en það verður samt að hafa í huga að þær áætlanir sem við gáum út á markaðinn fyrir 2018, 19 og 20 voru áætlanir samrunans. Við síðan þurfum við að gefa út afkomuviðvörun og þá fer í gang ákveðið ferli. Við erum í rauninni líka bara í áætlanagerðinu og í að leggja upp árið 2019. Núverandi horfur okkar eru innan 4,6 til 5 fyrir 2019, svo ég svari spurningunni. En við erum stöðugt að yfirfara horfurnar með tillit til þessara þátta og ég meina við höfum nefnt gengið, við höfum nefnt kjarasamninga og svo þetta bara svona almenn samkeppnisstig á markaðnum og svo framvegis sem mun hafa áhrif. En auðvitað hugsa maður þegar maður er nýbúinn að gefa út afkomuviðvörun, vinna svona margir þættir á móti okkur á næsta ári eins og hefur gert. En við teljum ekki forsendur til að breyta þessum áætlunum en að sjálfsögðu nú eru, þið vitið alveg hvaða tímabili er núna, það er einmitt tímabilið þar sem öll fyrirtæki landsins að leggja upp horfur fyrir næsta ár og endurskoða horfur sín og svo framvegis og ef að þetta breytist þá munum við bara koma út og greina frá því. En að sama skapi vil ég segja, ég meina þetta er erfiðasta árið í þessum samruna og það er 3600 á reglulegri starfsemi, við erum að gera ráð fyrir kostnaðarsamlegð upp á þetta, þannig að það þarf ekki mikið til svona sem prósentu af veltu hjá okkur til þess að við náum þessum áætlunum. Fleiri spurningar? Ég bara velti fyrir mér út af samkeppni. Þið segið að áskriftartekjur hafi verið undir áætlunum, en hvernig er þá með eins og fjölda viðskiptavina í farsímainterneti og ég held kannski milli þá fjórðunga, ekki milli ára? Sko, þetta hefur bara verið ágætis balans. Við höfum ekki verið að sækja fram á markaðnum en þetta er í rauninni ómarktækar breytingar frá síðasta fjórðungi. Við meira þess að verið að heildarfjölda farsíma áskrifta hjá fyrirtækinu sem dæmi má nefna. Þannig að mér finnst það kannski ekki vera stóra vandamálið en auðvitað viljum við gjarnan sækja fram og ég held að eitt af tækifærum okkar, svona svo við tölum tækifæri á næsta ári sem náttúrulega eru það sem er lykill þáttur hjá fyrirtækjum, þá við erum auðvitað með erum að greiða fyrir okkur í kostnaði mikið af efni og það er auðvitað, og það var eitt af markmiðum samrunans, að selja meira efni. Það er að bara selja viðskiptunum meira efni og það eru önnur fyrirtæki sem hefur starfað á okkar markaði og okkur sjálfum hefur tekist þetta ágætlega í fortíðinni. Þannig að ég held að það sé mikið tækifæri að sækja fram þar. Annað sem nefnt hefur verið, sem við erum að vinna að og hefur verið komið fram í öðrum kynningum markaðsaðila, það eru að nýta í rauninni ólínulega glugga, það er að segja nýta spilanir á kerfum til þess að setja auglýsingar fyrir framann og aðilar tala að það séu mikil tækifæri. Þetta er eitthvað sem við erum ekki byrjuð á og erum auðvitað með stór sjónvarpskerfi sem að ná til 40–45% af íslenskum heimilum og þarna er til dæmis annað tækifæri bara til þess að framkvæma en sko stórt séð bara viðskiptavinafjöldinn á bara svipuðum staðan var í síðasta fjórðungi. Við tókum þessa típisku dífu, það er ágætt að sjá það núna, við erum auðvitað að reka þetta í fyrsta skipti að áskrifendur segja oft upp á sumrin en hafa verið að koma tilbaka bara eftir september og október. Þetta er meira það að við bjuggumst við að lækkanir verða myndu leiða til hraðara vaxtar heldur en hefur komið fram. Og það getur verið svona þætti sem við þurfum að endurskoða bara í okkar starfsemi, haustdagskrá,
haustdagskráin byrjaði svolítið sent hjá okkur á Stöð 2, þannig að við höfum verið að sjá pick-upið líka seinna. Þannig að þetta bara eitthvað svona til þess að besta fyrir næsta ár. Í sambandi við kaupin og sameinaða starfsemi við 365, nú eðlilega kannski við fókusin verið voðalega mikið á kostnaðinn, bæði hafið þið kynnt þann part af ávinningnum sem í kostnaðinum, það að segja kostnaðarsamlegð, og svo hefur fókusin hjá kannski okkur hinum talsvert verið mikið á líka þannig að viðbóta kostnað sem rannaðist upp á fyrsta eða fyrir árssamningi. En hvað með tekjupartinn? Eru nú þegar svona samruni verður, þá alltaf einhver hætt á að viðskiptavinir færi sig annað eða það takist ekki að halda lykil fólk í sölumennsku eða tekjuöflun. Einhver svona, ég veit ekki svona almenn spurning, en hefur ykkur tekist að halda öllum svona stærstu viðskiptavinum, halda öllum tekjupóstum, halda lykil starfsfólki? Algjörlega, ég meina við náttúrulega gerðum samrunan við gerðum ráð fyrir að við myndum tapa viðskiptavinum í samrunum, þannig að við þó allavega settum það inn í spár. Þannig að sá þáttur, það ekki frávik þannig sé í þeim þætti. Það sem við hins vegar kannski, það sem ég tel að sé mjög mikið tækifæri í þessum samruna, og í raunin þessi, ef menn kynna sér aðeins bara hvað að gerast í fjarskiptageiranum erlendis, þá þetta drauma samruni á fjarskiptamarkaði í dag. Út af því að, og þar kemur inn á tekjusamlegð sem við vorum mjög hófleg varðandi í kaupunum. Eins og ég segi, þetta var lítill partur. Mjög oft það mjög stór partur. Og það auðvitað, ég myndi segja eitt af stærsta uppsætinu okkar að taka núverandi viðskiptavinabasa sem þarna bara eftir sem áður og allir sölumenn á sínum stað og svo framvegis, og bara breikka út það sem við erum að selja viðskiptavinum. Það að auka bara ARPU af hverju viðskiptasambandi, og þar erum við komið með frábæra vopn sem þessi öll þessi fjölmiðlun. Þannig að það svolítið verkefni næstu ára, og svona ef við tölum vegna þess að þetta alveg rétt hjá þér, við tölum kostnaðarsamlegð og við þurfum að ná henni út af því það svona stór hluti réttlætingar en að gera þetta. En þetta fyrirtæki náttúrulega strategist miklu sterkari stöðu en það var til þess að vinna áfram á markaðnum næstu árin, tel ég. Ég held að þetta sé allt önnur staðsetning fyrir þetta fyrirtæki fyrir samkeppni næstu ára. Og svo annað sem má ekki gleyma, sem ég bara bind miklar vonir við, það að við erum undir kvöðum frá sátt samkeppniseftirlitsins sem gengur út á að okkur ber að bjóða þetta í endursölu til annarra fjarskiptafyrirtækja. Og það getur líka bara verið gott fyrir okkar fyrirtæki að selja fleiri áskriftir í gegnum önnur fjarskiptafyrirtæki. Það ekki ennþá komið í gang, en við höfum verið að vinna með fjarskiptafyrirtæki að því að undirbúa slíkt. Kannski ein önnur, og það snýr nú raunar að kostnaði. Svona eins og ég skildi kynningun ykkar, þegar ég bara las glærurnar í gærkvöldi, að þá sögðu þið gerðu ráð fyrir það 5% fækkun á starfsfólki og 365 megin það ekki? Nei, bara almennt í fyrirtækinu. Í almennt í fyrirtækinu. Já. Og það kom nú góður slatti af starfsmenn með í kaupunum, ekki satt? Já. Þetta kannski ekki falleg spurning, en ekki tækifæri þar að fækka verulega stöðugildum? Já, jú, við höfum í rauninni gert ráð fyrir að við erum búin að fara í aðgerðir sem að þýða 5% fækkun á stöðugildum frá samruna. Við gerum ráð fyrir að meðaltali á seinni árshelmingi 2019 verðum við búin að fækka 2019 frá samrunanum. Þannig að við verðum búin að fækka 10% á þeim tíma. Þannig og það hefur auðvitað verið eitt af því sem auðvitað erfitt að gera á meðan
það er mikið álag, það er að grípa til fækkana á starfsfólki, en þetta eru eitthvað sem við sjáum raunhæft og við megum líka ekki gleyma því að það komi auðvitað mjög mikil ný starfsemi sko, það er að segja eins og fjölmiðlahlutin sem eru auðvitað náttúrulega ef þú fækkar í honum frá því sem var þá ertu kannski líka veikja sjálfan þig þannig að það er hluta til þetta ný starfsemi en að sjálfsögðu bara í fyrirtækinu og ég held að það sé nú bara almennt með fjarskiptafyrirtæki og við erum einmitt í svona stafrænni þróun líka að við munum sjá svona fækkun stöðugilda í þessum geirum á Íslandi og eins og út allan heim. Það er bara svona partur af planinu. Mér langar að spyrja þarna, þú varst með glæru hérna áðan þar sem þú varst að tala þarna kostnaðinn við gengisveikinguna, 280 milljónir og stendur fyrir neðan þegar þið hafa brugðist við því, það er að segja í hverju felast þær aðgerðir. Í öðru lagi langar mér að spyrja, aðgerðir tengda samrunanum, má gera ráð fyrir því að frá 1. janúar 2019 að þeim sé lokið og við þurfum ekki að vera að ræða það á árinu 2018 fyrir ekki, að það er ekki rætt á árinu 2019 að þeim sé lokið, það er að segja flutningur allra viðskiptavinna yfir á ykkar kerfi og samvinna kerfin og allt það. Já. Hvort að það klárist á þessu ári eða mun það fara inn á næsta ár og einhver aðri þættir sem ég hef vandarlega að gleyma, það er að segja samrunantengt verkefni. Já. Klálega ég byrja á seinni spurningunni, það er að sjálfsögðu standa svona verkefni ekki að eilífu og ég meina partur af því sem við erum að takast á við núna, við erum búin að færa farsímaviðskiptavinnuna, búin að tala þá, héldum að það vera auðveldara með internet og farslínu, lentum í hnökrum og svo framvegis og einhverjum hugbúnaðarvillum við útsendingu reikninga og svo framvegis. En nú er því bara lokið, það er búið að setja alla kuna á sömu kerfi. Og við erum auðvitað ennþá í verkefnum tengt samrunanum en þetta er bara alveg eins og einskiptisliðir að falla mjög hratt og síðan verður þetta bara business as usual. Þetta er svolítið stórt verkefni að færa myndurinn í húsið á bakvið og alla starfsmenn en ég meina ég er því fyrir gríðarlegum vonbrigðum ef við verðum ennþá að taka ef við verðum ekki komin á betri stað og nú erum við náttúrulega birta næst í febrúar og maður er gríðarlega vonbrigðum ef í það minnsta þá er ekki hægt að setja strik í sandinn og hægt að tala þetta. Þetta er heldur ekkit skemmtilegt fyrir okkur. Varðandi aðgerðirnar þá eru þetta breytingar á vörum og verðbreytingar sem skila þessu. Fleiri spurningar? Ef ekki þá langar mig að bjóða Þorvarð Sveinsson velkominn sem ætlar að fara aðeins yfir hey-málin og í Færeyjum. Já, takk fyrir Stefán. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvað er að gerast í Færeyjum en það hafa verið smá hreyfingar þar. En rétt aðeins að rekja söguna, við höfum talað hey eða Vodafone í Færeyjum áður og oft kannski ekki endilega góðu vegna þess að við upplifðum mjög erfiða tíma þar með 2 ára samfelldum samdrætti í EBITu sem að fylgdi í rauninni sem afleiðinga miklu verðstríð á þeim markaði. Og sem þýddi það að við þurftum sem stjórnendur stíga nokkuð fast inn og höfum verið að gera það og höfum núna náð þeim árangri að EBITan í Færeyjum er búin að vaxa 4 fjórðunga í röð og það er stöðuleika náð í félaginu aftur. Þetta hefur að mestu leyti komið fram út frá kostnaði sem við höfum náð þessum árangri af því að verð samkeppnin á þeim markaði er ennþá töluvert hörð. En á sama tíma hefur náttúrulega margt verið að breytast hérna hjá okkur, við höfum verið að kaupa eignir og rekstri 365 miðla. Þannig að í raunum að segja að hlutfallslegt vægi Færeyja í samstæðun okkar hefur farið hratt minnkandi. Þetta var einu sinni hátt í 15%, 14% af okkar rekstri og er núna í dag komið í 6%. Þannig að teknu tilliti til þessara 2 þátta, það er að segja að við erum búin að ná ákveðnum stöðuleika í rekstri í Færeyjum og að bara hlutfallslegt mikilvægi þessa reksturs hefur farið hratt minnkandi í okkur, þá erum við búin að vera að leita leiða einfaldlega til þess að aðkoma okkar endurspegli þessa þróun.
Það var því sem við kynntum í síðustu viku samruna sem núna komin á Heads of Terms stig við færeyskt upplýsingatæknifyrirtæki sem heitir NEMA og sambarlegt að stærð í fjölda starfsmanna og veltu og frjálsu sjóðsflæði eins og hey. Og samrunin í rauninni klassískur upplýsingatækni fjarskiptasamruni í Færeyjum. Þetta býr til mjög öflugt fyrirtæki í Færeyjum og hefur sterka stöðu þar. En samrunin leysir jafnframt úr læðingi talsvert kostnaðarhagræði milli félagana. Og við erum þess vegna mjög spennt fyrir því að taka þetta áfram og í rauninni þannig séð smá saman kúpla okkur frá þeim rekstri sem við höfum verið í Færeyjum. Og helstu skilmálin endurspegla þetta að miklu leyti. Það að við munum fá 22 milljónir danskra króna og eignast þá undir 50% í sameinuðu félagi, 49,9%. Á móti 50,1% frá hluthöfum NEMA. Og að sjálfsögðu erum við með sterkan hluthafasamning sem mun tryggja hagsmuni okkar í félaginu sem minnihlutaeigenda í náinni framtíð. Fjárhagslega áhrifin á okkur eru í grunninn til tvíþætt. Það annars vegar þau að með það að taka þetta út sem dótturfélag þá hættum við að færa þetta inn í samstæðuna hjá okkur. Þannig að þetta dettur út úr tekjum og gjöldum. En á móti kemur að þetta losar talsverðan söluhagnað í bókfærðu virði í félaginu. Svo að lokum þetta náttúrulega samruni sem enn háður margvíslegum skilyrðum eins og eðli viðskipta sem þessara eru. Náttúrulega endanlegur frágangur á kaupsamning og svo heimild frá færeyskum samkeppnisyfirvöldum eru kannski helstir þar. Færeysk samkeppnislög og varðandi tímafresti eru ekkert ólík því sem við þekkjum hérna heima en væntingar okkar standa til þess að mögulega getum við klára samrunana á þessu ári en það verður að koma í ljós hvernig það mun þróast. Spurningar þessu tengt? Ok, takk fyrir. Heyrðu, þá ætlaði Björn Víglunds sem að stýri miðlum að koma með, það var stór fréttir síðustu viku og aðeins að ræða bara miðlana og svona, já, framhaldið. Já, takk fyrir Stefán. Kannski byrja aðeins svona á að spegla mig aðeins í orðum Stefáns með það sé búið mikið álag undanfarna mánuði og það ekki þannig að þetta álag sé bara puð sem ekki skila neinu. Það verið að gera mjög mikið að áhugaverðum hlutum inn í félaginu til þess að styrkja samkeppnisstöðu okkar og við erum mjög ánægð með það til dæmis núna að vera komin með dreifingu á okkar efni á þann stað að það nú ekkert félag á íslensku markaði sem getur keppt við okkur. Við dreifum í gegnum allar dreifileiðir sem í boði og við segjum þetta svona bara myndlyklar bara ef það hentar þér. Ef þú vilt hafa myndlykil þá það þetta bara frábær leið en ef þú vilt horfa á efni okkar í gegnum einhverjar aðra leiðir þá það líka sjálfsagt og þetta flest okkar eru að nota fleiri en eina og jafnvel bara allar. Þannig að þetta búið að ná mjög góðum viðtökum núna á fyrstu vikum þess sem að þetta hefur verið kynnt. Við settum Apple TV app í lofti núna á haustmánuðum og sömuleiðis í tölvuna. Þannig að þetta að fá mjög góð viðbrögð og þetta bara þáttur í því að gera efnið okkar aðgengilegra, gera fólki auðveldara að horfa á það hvar og hvenær sem og það sannarlega gerast. Þannig að það mikið að skila sér í því. Það líka bara frábært að geta sagt frá því að staða miðlana bara mjög góð eftir þennan samruna. Við erum sannarlega í mikilli samkeppni á öllum þessum vikstöðum eins og þið tækið þetta eftir. En það breytir því ekki að hlutdeild okkar á markaði í dag, næstu því ári eftir samruna, sambærilega eða betri heldur en hún var fyrir samruna. Þannig að útvarpsstöðvarnar okkar til dæmis hafa sjaldan eða aldrei staðið sér betur í markaðshlutdeild. Stöð 2 hefur fengið mjög gott áhorf í haust og suðurameríski draumurinn meðal annars slegið áhorfsmet og svo framvegis
og það sama má segja með raun og alla hinna miðlana. Vísir með mjög sterkan og góðan lestur og Stöð 2 Sport hefur fengið góð viðbrögð á verðbreytingu og verðlækkun og þar af leiðandi aukningu á áskriftarvinafjölda. Þannig að þetta allur þessi rekstur að mínum mati bara á mjög fínum stað í dag. Nú, varðandi íþróttirnar og enska boltan sem að hefur vantarlega ekki farið fram hjá neinum, að það var útboð í síðustu viku sem við töpuðum. Það má kannski segja svona í stuttu máli að við hefðum auðvitað mjög gjarnan vilja hafa enska boltan áfram á því verði sem við höfum verið að greiða fyrir það síðustu 3 ár. Við settum fram mjög rausnarlegt tilboð í réttinn og það duði ekki til, aðrir tilbúnir að borga meira. Og þá það bara niðurstaða sem við vinnum með. Góðu fréttirnar það að við eigum gríðarlegt magn af flottu íþróttaefni til þess að vinna með og við höfum svona sett þetta aðeins í samhengi við það hvað fólk að kaupa og hvað að horfa á og þess háttar. Og nýtt vöruframboð verður ekkert eða verður áfram mjög sterkt og við treystum okkur alveg til þess að vinna með þá stöðu. Þannig að það þarf það kannski liggur styrkur Stöðvar 2 Sport að við höfum marga rétti. Við getum þar af leiðandi kannski reynda að beita meiri skynsemi í því að hvað við bjóðum í og við þolum að missa eitthvað í einhvern tíma og þetta hefur gerst áður. Það var mjög gaman að tala við fólki á íþróttadeildinni sem að tók þessu með stóískri ró og sagði já, þetta gekk bara vel síðast, það 10 ár síðan að við fengum enska boltan aftur og við treystum okkur alveg í það verkefni aftur. Þannig að við erum bara nokkuð brött hvað það varðar. Ég held að ég ætla ekki að hafa fleiri orð það en ef þið eru með eitthvað spurningar þetta sem að þið fáið ekkert upp mér nákvæmlega tölur en þið kannski eitthvað spurningar. Það ein hérna. Það verið að hugsa interneti held ég til þess að hafa mikrofónin. Bara þessu tengt, mér langaði til að spyrja, hafið þið gert einhverja analýsu eða eitthvað svolítið á því hvaða áhrif þetta gæti haft á ykkar áskrifenda fjölda á sportpökkunum? Klárlega. Við höfum, og fyrir útboðið náttúrulega skoðuðum við báðar hliðar með og án og notuðum það til að hjálpa okkur að meta það hvað við getum boðið í réttin. Þannig að ég held að við eigum bara fínar áætlanir til þess að bregðast við því. Við höfum sagt og sögðum það í tilkynningu sem við sendum fyrir helgina að þetta myndi á einhver leyti endurspeglast í verði vörunar og eftir stendur að það mikið af efni sem við höfum til þess að sýna og ef við getum setta fram á hagstæðara verði heldur en við höfum gert áður þá höfum við séð það að verðbreytingin sem við gerðum í vor skilaði miklum og góðan fjölda og ég held að við getum alveg haldið áfram á þeirri braut. Þannig að við erum frekar í sóknarhuga heldur en að leggjast í vörn. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá þakka ég fyrir. Ef það ekki fleiri spurningar, þá þakka ég kærlega fyrir fundinn í dag. Takk.